Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, það eru forsetakosningarnar eins og því sem að fylgjast með, að við tekið eftir að þá höfum við verið að fá hingað að rauðaborðinu frambjóðandi til forsetakosninga, svona þá sem að við teljum vera næsta víst að muni ná 1500 meðmælendum og muni enda á kjörseðlinum. Kannski muni náttúrulega einhverjir bara að draga frambúsið tilbaka. Það gerist mjög oft í forsetakosningum. En ég hef rætt hérna við Sigríði Hrund og Arnar Þór, Ástór Magnússon og Höllu Tómasdóttur, Baldur Þórólfsson, Helgu Þórisdóttur og í vikunni að þá hafa hingað komið Jón Gnarr, Guðmundur Felix og Steinunn Ólína og nú er komið að Ásdísi Rán. Velkomin. Bara takk fyrir að bjóða mér. Og takk fyrir að bjóða þið fram. Það er línan sem við höfum hérna á rauðaborðinu, að við fögnum frambóðum. Já, bara það er frábært, minnst það er frábært hugsun. Já, leiðileysi umræða það að sé verið að kvarta verið fólk sem að bjóða þessu fram. Já, það er alveg rétt og mér finnst að allir eigi að hafa þann rétt á að hafa aðila sem þeir hafa áhuga að kjósa. Já, og svo kýs fólk bara það sem maður vill. Já, nákvæmlega. En færð þú svona viðbrögð er fólk að kvarta við þig að þú setja að bjóða þig fram? Nei, alls ekki. Ég er svona fengið mest góð viðbröð sem mér fannst svolítið magna út að ég bjóst nú ekki alveg við því. Okkur ekki? Ég er bara kannski svolítið ólíklegur frambjóðandi. Þannig sé að kannski ekki alveg minn bakgrunnur í pólitík eða eitthvað svoleiðis. Ekki líklegur forseta frambjóðandi. Æðsti embættismaður þjóðarinnar. Já. Herðu, en af hverju viltu vera forseti? Ég held að ég sé bara komin á tímapunkt í mínu lífi. Ég er búin að vera í þjálfun sem er rosalega svipuð starfi forsetans síðustu 20 árin og ég held að ég geti látið gott að mig leiða. Ég er baráttukona og ég er svona sterkar en flest allir karlmenn örugglega sem þú þekkir. Já. Nagli. Alin upp í sveit og ég held að ég geti algjörlega gert þjóðinni gott. Já. En þú segir að þú hafir verið í ykkur sem er svipað og forsetaframboð? Hvað er hlutverk forsetana starf hans, þú veist, 80% hans starfi er að koma fram, góðgerðarsamkomum, ívöndum, halda ræður, basically er meiri hlutin að hans starfi er að koma fram. Og það þarf að vera glæslegur, þú þarf að geta tala, þú þarf að geta haldið ræður, góðgerðarsamkomur og svo náttúrulega þarf að vera með kjark þegar á móti blæs og geta tekið erfiðar ákvarðanir. Já, þegar vald forsetans kemur fram að þá er það yfirleitt þegar það er ekki verið alltaf fram í slæmu ástandi. Hann eiginlega notar ekki vald sitt, þeir er aldrei í góðu. En svo þegar það verður stjórnarkreppa eða þingið samþykkir einhver ólög eða eitthvað slíkt að þá þarf forsetinn að grípa til valdsins. Já, það er rétt. Og þú treystir til að gera það að því að þú ert nagli. Ég algjörlega, já. Já. En það sem við förum yfir það sem að forseti gerir, þetta með stjórnunarmynduna viðræðunar er náttúrulega það er nú svona bara tiltölulega einföld verkstjórn. Ég veit ekki hvort að sé að telja það sé einhverju leiti flókið og ég heldur að hafi aldrei verið deilt á það hvernig forseti hefur hegðað sér í því. En það er þetta sem að kemur að því þeirra öryggisventillinn sem að Ólafur Ragnar kallaði svo. Sérðu fyrir þér að þú munir vísa málum í þjóðaratkvæðagreiðslu sem að Alþingi samþykkir? Ef það er yfirgnæfandi óánægja hjá þjóðinni þá náttúrulega þarf maður að hlusta á það og já, ég myndi alveg pottþétt nota þetta en að sjálfsögðu þarf maður að vera umkringdur góðum ráðgjöfum í þessu starfi sem að leiða mann á réttan veg. En mér finnst það vera starfsforsetans að ef þú finnir alveg yfirgnæfandi óánægju meðal fólks þá þarfst að gera eitthvað í málunum. Já, svo að almenningu geti stoppað þingið. Já. Svo er náttúrulega einhver mál sem er kannski einhverju finnst bara eðlilegt að þjóðin ákveði frekar heldur þingið. Það er bara deilumál, það er mikil óánægja með það en það er líka kannski mikil stuðningur og óvissa hvar það liggur. Líka þannig mál. Sum mál eigi bara heima hjá þjóðinni. Það er alveg rétt. Við erum lítið land og við þurfum að hugsa það að allir séu sáttir og
ánægðir. Það er náttúrulega ekki rétt á öllum sviðum og það þarf náttúrulega að vera stjórn sem stjórnar þessu öllu. En ég held að það þurfa að vega og meta hvað erindi alltaf hverju sinni og ef þetta lítur út fyrir að þetta sé eitthvað mál sem að þjóðin eigi að leggja fyrir sér frekar heldur en þingmennir þá, já, mér finnst það rétt. Ég hef fengið hingað frambjóðendur og stundum hefur við farið svona út í það að þeir hafa verið að lýsa því að þeir telja sig hafa eitthvað svona sérstætt erindi. Það sé eitthvað ástand í samfélaginu sem þeir vilja adressa. Mörg hafa nefnt svona sundrung í samfélaginu eða skautun. Sumir hafa nefnt það að það séu hópar í samfélaginu sem að sjást ekki og taki ekki þátt í umræðinni, fátækt fólk eða sumir hafa nefnt innflytjendur og forsetið þurfi að vera forseti allra, bæði innfæddra og innflytjenda. Hvernig metur þú þetta svona samfélag? Hvert erindi forsetans við samfélag? Starf forsetans að vera þjóðhöfðingi og hann á að þjóna allri þjóðinni að sjálfsögðu. Og það er alveg sama hvort það sé minnihlutahópar eða stærri hópar. Ég held að það sé stærsta starf forsetans. Stundum vill hluti þjóðurinnar þetta, en annar hluti vill hitt og það er erfitt að vera sameiningatakk fyrir þeim sem að vilja ekki vera saman. Þetta bara má líka sér við kannski foreldrastarf eða reka fyrirtæki. Þú verður alltaf að taka ákvörðun það og það er svo gott fólk sem náttúrulega vinnur í kringum forsetan og það er fólk sem að velur réttu útkomuna fyrir svona atvik. En á endanum það forsetinn sem að tekur ákvörðuna. Já. Það er bara hans dómgreind sem að ræður niðurstöðunni. Algjörlega. Herðu, þú segir að hafa verið að undirbúa þig, eða þess að verið í starfi sem að er góður undirbúningu fyrir úrstan. Hvað er það? Ég hef verið að koma fram stanslaust. Þú hefur verið svo mikið í erlendis, þetta spyr ég. Ég hef verið að koma fram stanslaust sem sérstakur gestur á alls konar hátíðum, ívendum, fundum, hef verið að halda ræður, hef verið að markaðssetja Ísland stanslaust síðustu 20 árin og okkur auðlindir. Þannig að ég hef verið mikið í landkynningu og ég er mjög þjálfuð í að koma fram og ég þjálfuð í að gera flest allt sem forsetinn er að gera. Fyrir utan það þá náttúrulega hef ég líka rekið alveg slatta fyrirtækjum og já. Þannig að þú hefur verið eins konar sendiherra Íslands. Það má segja, já, að ég hef verið svona óskipaður sendiherra á. Þess að þú kemur fram þá veit fólk að þú ert frá Íslandi. Já. Og spyrði land og þjóð. Já, ég er í mikið af stórum erlendum sjónvarpsviðtölum, alls konar dokuments og útvarpsviðtölum og ræðuhöldum og þetta ég hef alltaf verið með brennandi áhuga á Íslandi og okkar hefðum og menningu og hef mikið verið að kynna það alla mína tíð. Og það myndi vekja athygli ef að Íslendingar myndu velja því sem forseta? Ég held að það því langbesta markasetningin fyrir Ísland af þessum frambjóðendum sem eru búið akkurat núna. Af hverju? Það því að þá erum við eiginlega ganga út frá því að þú sést sérstök á einhvern hátt. Hvað er það sem er sérstakt? Þannig er því svo, myndi við ekki athygli að þú verði góðsinn. Ég held að mínu mati á forseti að vera glæsilegur og hann þarf að vera gæddur sérstökum persónu töfrum. Hann þarf að geta heilla fólk þegar hann lappar inn og hann þarf að líta út eins og forseti. En þú lítur ekki alveg út eins og forseti? Ekki. Hefur séð erlenda konur sem eru forsetar? Ég get alveg lofa þér því að... Þú er með sama hárlit og Ólafur Ragnar núna? Já, það er rétt. Og svona sveip í hörðu? Flestar drottningar og forsetar sem eru kvenmenn eru mjög glæsilegir. En það er nú glæsilega konur í frambúði? Já. Jú, það er allar bara rosa flottar. Já, Katrín Jakobsdóttir, Halla Hrund, Halla Tómasar, Steinunn Ólína. Já. En ég ætla ekki að byrja að leggja dóm á þær. Herðu, þú
að þú sagðist vera nagli. Já. Hvað felst í því? Og alveg upp í sveit? Það svona bara fólk sem sjálfstætt. kann að tjá sinn hug og ekki hræddur við álit annara og ekki truflað með áhrifum annara og getur bara gert akkurat það sem hendar hverju sinni að hann, vandkvæði. Sjálfstæð. Já, sjálfstæð. Self-made man eins og Amerikanar myndur segja það kall. Já. Og ert þú þannig? Ég ert þú búið til þannig? Já. Og af hverju það? Hvaða eiginleikar það sem þú hefur sem veldur því að þú skapar þig? Ég held að það sé bara kannski minn ferill. Ég var þekkt mjög ung og það byrjaði náttúrulega mikið áriti kringum mig bara eftir 17-18 ára aldur. Var mikið í blöðum, fjölmiðlum og hef verið alveg stanslaust síðan þá og þá bara lærir maður að vera sterkur og trúa sjálfa sig og halda áfram og svo þetta líka bara spurningum gen. Þú veist, hvort þú sért sterkur persónuleiki eða ekki. Ég mjög sterkur persónuleiki. Ég læt fátt trufla mig. En þú hefur búið mikið erlendis, eins og reyndar annar frambjóðandi, Guðmundur Felix, búið held ég 13 ára í Lyon. Þú hefur búið mikið í Búlgaríu. Ég búin að búa, ég bjó fyrst í Svíþjóð, Skotlandi, svo fór ég til Búlgaríu, svo var ég í Þýskalandi og Austurríki, svo var ég í Rúmeníu ár, ég var eitthvað á Spáni, en svona með annan fótinn allan tíman í Búlgaríu, þannig að ég hef svona kynst öllum svona fjölskylduhögum í öllum löndunum og alls konar menningu og siðum. Þannig að þú horfir kannski einhver leiti á Ísland utanfrá, getur það verið? Já, það getur alveg passað. En ég hef allavega mikinn og góðan samanburð af alls konar löndum og reglum sem gilda þar. Sumir frambjóðendur tala að vilja stuðla að því að gera gagn og gera þá gagn til þess að samfélagið þróast á góðan hátt. Eitthvað svona sem að þú leggur upp með, að vilja ýta undir tiltekna þætti í samfélaginu, halda kannski öðrum niðri? Ég held eins og við ræddum áðan, forseti maður fólksins og í forsvari fyrir allt sem betum að fara í landinu. Allt, ekki eitt. Að sjálfsögðu getur haft áhrif á, þú veist, þú getur látið ljósið skína og sett ljós á einhverju sérstakar hluti. Þú ert náttúrulega með vald sem forseti til þess að tjá þig og það meira tekið markaði þannig séð sko, eða þú vilt kannski reyna að minnka fjöldan á innflytjendum eða bæta heilbrigðiskerfi, þá getur þú náttúrulega beint þínu ljósi á það. Það alls konar hluti sem þarf að gera og bæta á Íslandi. Eins og Foster gert. Eins og Foster gert. Vigdís talaði landi, tungan, þjóðin, sagan. Já. Hún talaði Það mér finnst vanta svolítið á Íslandi svona íslenska menningu eins og ég hef tekið eftir, nú hef ég búið í svo mörgum löndum, þú veist, eins og í Þýskalandi, þá klæða allir sig upp í þjóðbúning, þú veist, við öll tækifæri, dansa. Leðurbuxur í Bæralandi. Já, og þeir eru með stóra hátíðir, í Búlgaríu líka, við öll tækifæri dansa í búningum, þú veist, búlgarska dansinn og þeir eru með alls konar vörur sem eru bara búlgarskar og maður sér þetta út allt. Það vantar svolítið svona. Þetta bara næsta bæ í Nóri, að ef þú ert í 17. maí í Nóri, að þá mæta bara allir í þjóðbúningum og eða sem eiginlega ekki þjóðbúningar heldur eru héraðsbúningar. Þegar þú getur séð bara hópa fólki og það allir í sikkvorum sko búningnum eftir því hvaða það er. Ég held að það þurfa að gera svolítið svona stemmingu, svona svolítið íslenska stemmingu meira og sérstöðu. Auglýsa búningana og fánan og litina og vera með hátíðir og gera þetta svolítið meira íslenskt. En finnst þið þá við ekki nógu stoltaði stundum, við talaðum að við séum eiginlega of svona belgingsleg, allt best á Íslandi, best í heimi? Já, það bara náttúrulega lítið land og fólk þarf að vera jákvætt. Við erum svolítið langt í burtu frá öllu. Við mættum vera svona stoltari og glaðari með að... Það má alveg búið til meiri svona menningu, íslenska menningu.
Þú sagðir fjölda innflytjenda, það eitt af deilumálunum sem hafa verið í samfélaginu. Það hefur verið meila vaxandi á undanförnum mánuðum. Það þarf að sjálfsögðu passa og gera ekki þessu og þetta kannski farið svolítið út í öfgar núna. Já. Og þetta bara eitthvað sem þarf að setja betri reglur á og passa betur þannig að við lendum ekki í vandræðum. Og hvernig þá vandræðum? Það bara eins og þú lesið í blöðunum, það var alls konar hluti sem breytast og til hins verra þegar komin og fjölgun á innflytjendum til landsins og við erum of lítil til þess að kannski handla. Þannig að þú tekur undir það að samfélaginu standi ógn að fjölgun innflytjenda? Já, ég var að segja það. Ég samt alls ekkert á móti innflytjendum eða neitt svoleiðis en ég bara að segja að það þarf að herða reglurnar á þessum málum, algjörlega. Þetta er mikið deilumál og kannski svona dæmi það sem eru svona flokkadrættir og þá með forsetansins sameiningatákn það ekki svona alveg gefið hvernig hann getur stíið inn í svona mál það sem eru harðar deilur. Ég held að forsetinn geti gert lítið í þessum málum. Það er stjórnvöld sem þurfa að taka á þessu en eins og ég sagði forsetinn náttúrulega maður þjóðarinnar og líka innflytjenda og það þarf að hugsa þeirra hagsmuni líka, þeirra sem eru komnir. Þetta bara spurning hvað göngum við langt í að hleypa mörgum inn í viðbót en þeir sem eru komnir eiga náttúrulega sem réttindi og við öll. Það sem að mun einkenna þessa kosningabaráttu líklega frambúð Katrínar Jakobsdóttur sem náttúrulega kemur úr forsætisráðuneytinu. Það hefur ekki gerst áður. Það hafa verið fyrirverandi forsætisráðurar sem hafa boðið sig fram en það voru 18 ár sem að liðu frá því að Ásgeir Ásgeirsson var forsætisráðurar og það boðið sig fram og 11 ár frá því að Davíð Oddsson var forsætisráðurar og það boðið sig fram. Eða 12 ár. Hefurðu skoðun á því með frambúð Katrínar? Já, ég hef skoðun á því. Mér finnst þetta hálfskammalegt og mér finnst að forsetinn ætti að vera ópólitískur og mannlegur og ég held að það segir sig bara sjálft þegar manneskja búin að vera 20 ár í pólitík. Allir hennar bestu vinir eru stjórnmálamenn. Allir í kringum hana eru stjórnmálamenn og hún er búin að veltast í þessum heimi stanslaust alla sólarhringinn í 20 ár. Hún er ekkert að fara að labba út og vera allt í einu manneskja sem er að fara að hugsa hagsmuni þjóðarinnar í forsetastarfi. Að sjálfsögðu hún að hugsa hagsmuni þjóðarinnar sem stjórnmálmaður en að labba úr þessu og hvað gerist svo þegar að hennar bestu vinir koma með blöðin og ætla að láta skrifa undir og klóra í bakkan. Heldur hún sé bara að fara að segja nei, Bjarni minn, ég ætla ekki að skrifa undir þetta fyrir þig. Við vitum það alltaf ekki. Við vitum það ekki. Hún er hápólitísk og hún er bara, mér finnst hún bara algjörlega ekki hæf til þess að vera forseti. Já. Og þannig það þá að við erum með pólitíska elítu sem að ræður sínum ráðum og myndar ríkisstjórnir og vílar og dílar í einhverjum bakkarvíkjum til þess að halda þetta stjórnmálastéttin. En þið finnst að forsetaembættið eigi ekki að tilheyra þessum hópi? Já. Það þarf að vera óháð. Út af því að forsetinn er að fara að bjarga þjóðinni á ögur stundu. Hann á að vera ópólitískur, mannlegur og bara flottur fulltrúi Íslands á alþjóðavísu. Algjörlega ótengdur stjórnmálafólkinu og ríkisstjórninni. Og þannig að hættan sem að stafa og bara það líka eins og Baldur, ég meina Baldur er stjórnmálafræðingur, hans helsta áhugamál eru stjórnmálamenn, hann er búin að vefjast í þessu allt sitt líf og dýrkar og dáir stjórnmálamenn og stjórnmál yfir höfuð. Hann labba beint, hann er alltaf pólitísku til þess að vera forseti líka. Hann nú stundu verið að gagnrýna stjórnmálastéttina einhverju leyti? Já, en þú veist, þetta er samt hans áhugasvið og hann veit, þú veist, 80% af öll sem hann veit eru stjórnmál. Þannig að þú ert eiginlega svona á línu að forsetinn eigi að vera svona, frekar svona úr menningunni eða úr samfélaginu. Kristján Eldjá, Vigdís Finnbogadóttir. Já, Vigdís glæsilega fulltrú óháð. Var leikhússtjóri held ég þegar hún var ráðin sem forseti.
Já. Ég held að það hefði búin að vera hægt þannig um einhver tíma, hún hafi verið það áður sko. Svo vorum við frönsku kennslu í sjónvarpinu, ég svo gamall að ég man eftir því að hún kom, að þá var sjónvarpinu náttúrulega bara örfáar klukkutímar og þeir sem komum fram í sjónvarpinu urðu svo frægir. Það átti líka við Kristján Eldjárn, hann var með sjónvarsþáttum muni og minjar minnum að heita, kom með eitthvað svona muni og fór að tala um það. Já. Og var það svo óknar frægur. Þetta er bara menningalegt fólk. Já. Flott og glæslegt fólk og Vigdís stóð fyrir sínu, hún var alltaf rosalega fín, flott, bara svona mannleg og róleg típa, yfirveguð og gerði þetta bara glæsilega. Já. En hún stóð líka tröstu fótum í því sem var á þeim tíma kallað íslensk menning og þá var það að það voru fornsögunar okkar og það var ljóðin og það var svona íslensk menning með stóru emmi. Nú ætla ég að taka menninguna eins og ég sagði áðan og gera hana meiri, taka hana upp á annar level. Þjóðbúningarna, siðina og allt þetta þarf að sjást meira, að vera meira sýnilegt. Alþýðlegri menningu. Já. Og svona þú ert mikið á svona samskiptamiðlum eða ekki? Jú. Þú ert ekki mikið á RÚV í Ríkisútvarpinu eins og Vigdís? Nei. Nei, ég held að RÚV hafi ekki skrifað mig eina grein síðan að ég byrjaði í framboði. Já. Akkur heldur það sé að þú sért ekki nógu fín? Allir ég sé ekki nógu pólitísk fyrir þá eða ekki nógu fín. Það er spurning. Þeir eru náttúrulega vel tengdir inn í pólitíkina. Að einhvern veginn þá skynja maður að þú upplifir að sko samfélagið er alls konar en svo er svona hluti af því sem er kannski stjórnmálaelitan og einhverju sem að stýra svona dagskrárvaldinu í RÚV sem eru svona kannski ekki fjallað allt samfélagið, heldur bara lítið hluti. Þetta er bara fjölmiðlavald sem er stjórnað af pólitíkusum og valdafólki og það er bara svo augljóst og hægt að sjá það hver er með hvern og hver er bak við hvern núna í þessari forsetabaráttu og það er bara, þetta er eins og sirkus að horfa á þetta, þú veist RÚV með þennan, MBL með þennan þú veist, þessi með þennan og þetta er allt bara, þetta er svo auðvelt að heila þó fólk til þess að kjósa einhvern, allir kjósa Baldur, bara postum greinum hann hvað hann er æðislegur hér og hér og fólk einhvern veginn bara svona heldur það og það kannski hefur ekki sjálfstæða skoðanir að það eigi bara kjósa þennan eða Halla út að hún er valdamikil businesskona búin að vera erlendis og þá hlýtur hún, þú veist, það komur nokkra greinir hana sem segja þetta og hitt þannig að þetta er bara smá saman heila þáttur af fjölmiðlum. Það eru svolítið leys að en þetta er allt í einu verða útvíða buxur í tísku, allt í einu þú komin í útvíða buxur og veist ekki takkur. En þetta tíðkast allstæðir í heiminum. Nú er ég búin að vera í fjölmiðlum í 100 ár og ég veit alveg hvernig þetta er. Og þú veist, ég vil bara hvetja fólk og almenning til þess að vera með sjálfstæða skoðun, ekki láta blekkjast af fjölmiðlum út af það er ekkert allt satt og rétt sem að þeir skrifa. Þeir eru bara að spila fram sínum mönnum og bara eru semst að íta undir að einhverju aðilar séu kostnir eins og Katrín er náttúrulega með gífurlegt vald og hún er með alla pólitíka svona á bakvið sig líka sem eru með alla vini sína líka út að Bjarni þarf að komast í þessa stöðu og hún fyrir hina stöðuna og við erum að tala um þarna að hún er með massíft og gífurlegt tengsla net til þess að verða fórseti 1, 2, 3. Það er eiginlega bara allir þingmenn sem hafa verið spurðir hafa eiginlega lýst yfir stuðningi við hana. Þetta er eiginlega mjög athyglisvert. Já, það er náttúrulega kannski hlýtur að vera út af því að þeir vilja losna við hana af þinginu og fá hana þarna á Bessastaði, hafa hana einangraða þar út á Nesi. En hún er búin að segja þessu þingmennsku þannig að það er eiginlega þeir eru búin að fá það. En getur hún labba beint aftur inn í stjórnmál? Mér hlakka til að sjá það ef hann tapar hvort hann getur labbað tilbaka og bankað höruna og sagt En ef að moggin er á bakvið einhverja frambjóðendur og RÚV og bakvið aðra og svona valda miklir hópar, hver er á bakvið Áslaugu Rán? Ásdísi Rán. Ásdísi Rán fyrir Sko, DFF hefur verið alltaf rosalega hliðþolli mér þannig að ég get alveg treyst á það og þeir eru ekkert eitthvað að representa með neitt svoleiðis en ég sé alveg að þeir eru miklu svona meira líbó í þessu málum.
Þannig að þú ert svona persóna í íslensku samfélagi, það sem að RÚV bara segir aldrei neinar fréttir að þér. Reynda vísi líka þeir hafa ekki, en þeir hafa samt útilokað mig úr skoðanakönnunum alltaf. Nú? Kannski að segja það fyrst. Já. Ég mæltist rosalega há í 2 könnunum, var bara í topp 5. Í svona það sem að fólk kýs svona. Já. Og svo var ég bara útilokað úr öllum könnunum eftir það. Bæði hjá Reykjavík Síðdegis, Gallup og maskínu, þannig að ég hef ekkert komið í könnunum. Varst þú ekki inn í maskínu það sem var spurt? Fyrstu könnunni. Já. Ekki síðustu, nei. Nei, ekki. Og hvernig mæltist þú? Fyrstu var ég með mjög gott. Þannig að ég veit ekkert hvernig ég mælst í dag og það ég hef ekki fengið að vera með. Ok. Þú ert þá svona, það sem er kallað svona outsider í frambúði. Það er oft gott. Ég held að þessi meirinn helmingur allra kosninga á Vesturlöndum á undanföllum árum, þá hefur eiginlega sá sem er outsiderinn unnið. En það er náttúrulega margir kannski sem gera tilkall til þess í þessu kosningum. Það er eitt sem er áhugavert. Það er líka áhugavert ef það er þannig að DFF segir fréttir af Ásdísi Rán. RÚV aldrei. Þó svo að þú sért ég meina þú ert, ef maður eftir með þetta svona frægðarstig, þá er þú með frægðarstig kannski ekki á við Katrínu Jakobsdóttur en líklega, og kannski ekki Jóngnar en líklega allara. Hvernig stendur á því hvað er við persónu þína að þú ert tilheyrir heimi DFF en ert ekki til í heimi RÚV? Þú erður eiginlega að hringja þangað bara að spyrja það. Ég var alveg til í að heyra svara við þessu. Ég gerir mér enga grein fyrir því en þeir kannski er ég svona intruder á þetta svið og ég er ekki talin nógu mentuð eða hæf fyrir þetta starf. Ég veit það ekki, það er bara einhver hut þetta sem ég er að segja. Þú hefur verið að gera alls konar hluti, þú ert fræg. Ég er þyrluflugmaður, ég er alveg vissum að það sé erfiðara heldur en að vera forseti. Ertu þyrluflugmaður? Já. Og með próf? Ég er með próf. Á 3 ár gerðir að þyrlum. Þú bara prívat? Já. Það er eins og Ástór Magnússon, hann átti svo mikið af flugvélum þegar hann bauð sér fram fyrsti forseti. Og það er ekkert grín að læra það að vera flugmaður. Nei. Og sérstaklega ekki þyrluflugmaður, það er ennþá erfiðara heldur en að vera flugmaður. Þú veist, ég þarf ekki að sanna mig, ég hefur ekki fjöldan allana fyrirtækjum, ég er búin að skrifa bók, ég var fyrst á Íslandi til þess að framlega eigin snyrtivörur undir mínu eigin nafni. Ég rak umboðsskrifstofu í mörg ár, var að stjórna alls konar viðburðum bæði hérna á Íslandi og út í heimi. Ég hef verið að framleiða mikið að sjóasefni og eins og ég segi verið svolítið fulltrú Íslands á alþjóðavísu út allt. En getur það þá ekki verið að þessi síðu tekið markaður af því að þú ert kannski þetta ég er sæt. Ljóska. Já. Ég heldur að það getur verið málið. Mögulega. Er þetta bölvun ljóskunar? Bölvun ljóskunar, já það er alveg sem hvað hún gerir, það er aldrei almennilega tekið markaður. Já, á ég að lita háraða með dögt það. Fyrir kosningarnar. Þú þekkir það að konur sem er á framabraut að tala með dýpri röddu. Það tengist. Margaret Thatcher og marga fleiri sem hafa reynt að tala svolítið meira eins og kall vegna þess að það er svo erfitt að vera kona í kallaheimum. Það er bara stannit. Já, ég en þetta á nú að vera búið. Ég held að ég sé nú búin að sanna mig nógu mikið til þess að geta verið fullfær að gera svona hluti. Er Jón Gnarr meira menntaður en ég meina hann er gamanleikari og uppistandari. Hann er ekki þyrluflugmaður, hann er ekki búin að reka fullt af fyrirtækjum. Nei. Katrín Jakobsson er búin að vera lokað inn á skrifstofu allt sitt líf og skrifandi pappira og hugsa stjórnmál. Hvað er hún búin að búa út allan heim og hún hefur skrifað Reyfara með öðrum. Já. Hún er bókmyndafræðingur, eða ekki? Og íslenskufræðingur. Ekki hugmynd. Það er íslensku ráðunautur á ríkisútvarpinu, áður og fór í pólitík. Þannig þér finnst margir hafa svona frekar einsleita. Hvað finnst þér það að Katrín Jakobs fara á Bessastæði? Ég trúi aldrei, sko. Ég satt þetta við að borða og sagði, nei, það bara getur ekki verið. Það er mér finnst þetta svo frálegt hugmynd. Já. Þetta er svona smá svik, finnst mér. Já, svo bara horfa aðrir. En hún er búin að gera sína vinnu mjög vel og
í sínu starfi og mér finnst það óskiljulegt að hverju hún stígi niður í svona frekar valdaleg starf með það sem hún hefur verið í. Já. Fannst það skrítið að hún var í stöðu þar sem hún gæti haft mikil áhrif á samfélagið, en kýsa fyrir stöðu þar sem hún hefur verið að minni áhrif á samfélagið. Já, akkurat. Hún að fara í svona frekar valdalega stöðu með við forsætisráðherra. Þannig að það Herðu, Ásdís, af því að þú ert með þyrluflugmaður sem ég vissi ekki. Segðu okkur aðeins frá hvað þú ert búin að vera að gera. Þú ert búin að segja að það hefur verið í gefa út bækur og framleitt sjónvarpsefni. Hvernig segðu okkur aðeins frá þessu. Það eitthvað fleira sem að þú dregur upp það er svo mikið sem ég hef gert, það er bara erfitt að muna þetta allt sko. Ég hef verið svona allt múlið manneskja með hendurnar í öllu en hef svona verið að vinna mest í svona spotlightinu og í svona stöðu eins og ég sagði að koma fram og stjórna eventum og samkomum og halda ræður og svo er ég náttúrulega fyrirsæta. Það hefur verið mín svona helsta grein meðfram öllu þessu. Ég er alin upp á Egilsstöðum og í sveit, flutti til Reykjavíkur því ég var unglingur. Byrjaði bara einfalt í hárgreiðslu og fór svo og tók viðskiptaskólann og útskrifaðist þar eina hæstu. Og í kjölfarið þá stofnaði ég umbúðsskrifstofu og svo fór ég út í það að framleiða mínar eigin vörur sem voru bæði snertivörur, föt, alls konar varningur undir mínu nafni. Ég var náttúrulega að vinna í mörgum löndum á þessum tíma og meðfram því er ég náttúrulega alltaf að koma fram sem fyrirsæta og ég var vel þekkt í allri Evrópu og var að ferðast mikið og var svona alveg gjaldgengur fulltrúi í Ísland allstaðar út að ég flest allir spyrja mig Ísland. Það er stór hluti eða stærstur hluti af öllum spurningum sem ég fæ í öllum viðtölum út allt er Ísland. Þegar vörumerkið þetta er Ísland, ég er náttúrulega ísdrottningin þannig að fólk er rosa áhugasamt Ísland. Mætti ekki segja að þú hefur eiginlega verið áhrifavaldur áður en að það hugtak varð almennilega til? Eiginlega undan þinni samtíð? Langt undan minni samtíð, jú. Ég var það. En nú er svona tími fyrir mig bara að fá mig kaffi og horfa út gluggann á Bessastöðum og líta yfir farveginn og byrja að þjóna Íslandi. Þóttu sett þessu vön, þá ertu að fara út í kosningabaráttu. Hvernig ætlar að heyja þá kosningabaráttu? Herðu, þetta er nú búin að vera svona smábarnaleikur hjá mér hingað til út að ég hef ekki verið að eyða neinum peningum og ég er ekki með markast tím á bakvið mig, ég er ekki með maskínur eða PR-fulltrúa eða neitt sko. Þannig að ég hef bara verið að svona dútla mér í þessu ein með systkinum mínum og svona vinafólki sem hefur verið að ráðleggja mér. Þannig að þetta var svolítið hvatvísi hjá mér að dettin í þetta og ég er bara búin að vera að gera þetta svona smá saman en núna er eiginlega komið að því að ég fer að detta inn í alvöru baráttuna. Þannig að nú þarf ég bara eiginlega að óska eftir fólki sem hefur áhuga á því að ganga í lið ísdrottningarinnar. Þú veist, það verið hvatvísi þá eiginlega svona tekur ákvörðunna og svo kannski líða vikurnar. Tók ákvörðunna án þess að hugsa. Á þess að þú veist, að væri reyna búin að sætta þig við hana inn í þér. Stundum verða þannig að maður er hvatvís og maður tekur ákvörðun og svo bara fattar maður eftir 2 vikur að þetta var kannski ekki alveg rétt ákvörðun. Þessi venst vel eða hvað? Já, ég hugsaði þetta þannig að ég var bara búin að fá svo mikið af fyrirspurnum og ég var svona með það var svo mikið af fólki sem var áhugasamt að ég myndi gera þetta og ég hugsaði bara ok, þetta er örugglega í síðasta skipti sem almenningur getur búið sér fram og kannski kona eins og ég út að ef þeir eru að fara að breyta lögunum undirskriftinnar þá er það ekki
fyrir eðlilega manneskju að bjóða sig fram eftir 4 ár. Þú veist, þetta mjög erfitt að safna þessum 1500 undirskriftum. Þannig að ég segi bara, ok, ég ætla að slá til. Fyrst það er svona mikið af fólki sem langar til að gefa mér meðmæli, þá ætla ég bara að skella mér í þetta fyrir þau, fyrir minn hóp, fyrir hópin sem ætlar að kjósa mig. Og fyrir mér þetta bara, myndi ég segja, skóli. Og ég að læra rosalega mikið út að ég hef kannski ekkert verið tengt við pólitík áður. Og hef lítið verið á Íslandi, þannig að ég að tengjast Íslandi vel og ég að læra fullt og kom með náttúrulega smjörþef af íslenskri pólitík núna. Og ég rosalega fljót að læra, þannig að ég á eftir að vera mjög góð á þessu sviði í framtíðinu, hugsa ég. En fólki sem var að hvetja þig og vildi að þú yrði forseti, af hverju heldur það hafi verið? Fólki finnst ég bara vera flott í þetta starf. Það vill hækka kannski aðeins levelið af glæsileika á Bessastöðum og vill gera forsetaembættið aðeins svona meira fancy, eins og ég myndi segja. Og hvað fancy? Er það dýri bílar og pelsar? Hvað fancy? Það bara svona kannski aðeins glæsilegri fulltrúi. Hvað glæsileiki? Það eru persónutöfrar, þú sérð alveg glæsileika. Þannig að þú ert ekki að tala að skreita þig með einhverjum... Já, ég búin að segja þetta í mörgu viðtölum að ég ætla að taka þetta upp á annað level og kaupa glæsilegri bíla og vera skreitt demundum og gulli og setja þyrlupall fyrir utan Bessastaði definitely. Þannig að við myndum heyra það að Ásdís Rán væri að fara eitthvað. Já. En heldur að það sé eftirspurn eftir þessu í samfélaginu, að þessi meira svona bling á Bessastöðum? Það virðist verið það. Allt þetta fólk sem á bakvið mig, það allavega sér mig fyrir sér í þessari stöðu og það er bara gott að blessa. Það virðist verið alveg ótrúlega mikil fjöldi sem finnst þetta góð hugmynd. Ég með fólki sem misjamt, ég menna akkur ættir að vilja gamanleikara sem forseta. Þú veist, akkur ættir að vilja konu eins og mig. Úkraínumenn völdu svoleiðis, Zelenski. Já. Maður fólksins. Bandaríkjamenn völdu þessum að manna þessum að hafa leikið Gúreka, Ronald Reagan. Leikarar hafa sem náðlund. Ég hef líka verið að leiki bíómyndum, þannig að ég er líka leikuna. Þannig að ég er allavega geta ýmislegt, sko. Það þurfa að koma í ljós. Stundum eins og, ef maður horfir yfir söguna, þá eins og þjóðin sé svolítið ólíkindatól. Hvers konar forseta hún vill? Já, ég hugsa þetta eftir að breytast svolítið núna en alltaf vera að spila, alls konar spilum í fjölmjölum, láta lítið út fyrir að þessi sem mikið fylgi og hinn sem mikið fylgi. En svo náttúrulega kemur þetta bara allt í ljós þegar fólki fer og kýs 1. júní. Já, kannanir sína nú eitthvað, en það er svo sem verið dæmi það og það er skýrast að dæmi Halla Gunnarsdóttir sem mældist með bara 1,7% Halla Gunnarsdóttir? Nei, Halla Tómasar mældist með 1,7% held ég bara rúmum 2 vikum fyrir kostingar, eða 3 vikum. Síðast. Endaði með 28. Síðast, já. Það er svona dæmi að kannanir eru að ná ekki utan einhverju sveiflu sem í gangi. Þú veist, eins og hjá mér er ég með rosalega stóran hóp sem ungt fólk og það ekki að fara inn á fréttamiðla, það ekki að taka þátt í könnunum og svona ósýnilegt og ef þetta fólk ákveður að fara og gefa sitt atkvæði þá ég, þú veist, tvöfaldast mitt fylgi. Já. Það er líka ólíklegra að mæta á kjörstað. Það er ólíklegra að þau nenni að klæða sig og fara og kjósa. Nema að sé eitthvað spennandi í boði. Og þau myndu kannski leggja á sig að gera fyrir mig. Erðu aðeins glæsileikan? Af því að eitt af því sem hefur verið sagt Gunnar T.H. að hann hafi gert þetta svona alþýðlegra og þá það með því að vera með buff eða Þú ert ekki hrifin af svona og sumir af frambjóðunum hafa talað að gera raunverulega forsetaembættið alþýðlegra. Já, sumirliti að tónnin hjá Jóni Gnarr og Steinunni Ólínu. Já. Það þurfum eiginlega að taka embættið niður á jörðina. En þú eiginlega vilt bara
Ég vil lyfta þig upp. Já. Ég veit ekki að hverju þú ættir að taka forsetaembættið niður á jörðina. Af því það er fólk. Forseti er forseti og hann á að líta út eins og forseti og vera stoltur og vera flottur fulltrúi. Hann á ekki vera einhver sveitalubbi sem að lappar inn og hittir fullt af alþjóða höfðingjum, skiluru, og lítur bara út eins og einhver sveitalubbi. Það er bara, meikir ekki sens. Sömu finnst það einmitt að ef að ég er bara alþjóðumadur og lifi fábreytilegu lífi, þá finnst mér alltaf lagi að einhver slíkur getur verið forseti. Það þurfi ekki alltaf að vera einhver sem að... Finnst þér það? Ég er svo að taka dæmi. Og það hafa verið kosni forsetar, það var nú forseti í Úrúgvæ sem að vera einhver alþjóðlegur gamalt kall og kerðum og fólksöku bjöllu. Það eru skipta skoðanir á þessu. Ég trúi því alveg að sumir vilja hafa einhvern alþýðulegan forseta. Þú vilt drottningu? Ég vil drottningu á Bessastæði. Makar hafa verið í einhver leyti, ekki mikið. Það er eiginlega bara einn maki sem hefur verið mjög ábyrjandi í kosningabaráttunni sem er Felix. Og það er eiginlega talað um Baldur og Felix í framboði. Jón Gnarr hefur talað um sína konu og Katrín hefur sýnt sinn mann sem hún gerir yfir þetta ekki. Þannig að augljóslega mun hann koma einhver leyti verða sýnilegur. En er einhver svona Felix í þínu lífi? Ég á kærasta og frekar nýlegan kærasta. Við erum búin að vera saman í einhverju 9 mánuði eða eitthvað svoleiðis. En ég er ekki að fara að spila fram maka fyrir forsetaframboð. Mér finnst það ekki einkenna sterka konu að þurfa að spila fram upphefja sjálfa sig með maka eða börnum. Mér finnst alltaf jafn kjánalegt þegar fólk er að posta einhverjum glansmyndum af börnunum sínum og makanum sínum til þess að líta út fyrir að vera eitthvað klárari eða betri. Hvað er það verið að segja við almenning ef þú átt ekki einhvern NASA verkfræðing sem mann eða börnin sé ekki með A í öllu og líti út eins og barbitúkur, þá ert þú ekki nógu góð. Kannski fólk að sína þessi svona mannlegri, þessi bara venjulegt fólk sem á maka. Já, þetta er ekki að sína venjulegt fólk, þetta er yfirleitt mont. Það er einhver að monta sig að reyna að upphefja sjálfa sig með rosalega fínum börnum, rosalega fínum maka. Og þeir halda það að þeirra í hag. Og ég menna, sjálfsögðu, það er alveg fallegt. Ég get alveg gert það. Börnin mín eru bara stórkostli, mjög glæsilega og flott og eru fullvaksta eins og ég segi. Yngsta barnið mitt er 17. Og þau eru bara flottir fulltrúar til þess að vinna þetta starf með mér. En ég hef ekki áhuga á að prómótera þau í blöðunum fyrir mig. Og hefur ekki gert það í þínum störfum? Ég hef ekki gert það, ekki menn og ekki börn hinga til. En kannski við rættum þetta núna vegna þess að svona makar forseta hafa orðið svona Elisa til dæmis hefur spilað stórt hlutverk á þessum 8 árum sem að Guðni hefur verið forseti og þar áður vorum við með Dorrit sem aldrei strótning og Guðrún Katrín eiginlega. Það verið eiginlega Ólafur Ragnar sem að breyta þessu. Ég held börnin mín þau eru 26, 19 og 17. Þannig að alveg svo Ólafur Ragnar var með dætur sínar sem syntu alveg fullt af störfum og gerðu flotta vinnu. Ég hugsa að börnin mín verði að tæki þátt í þessu. Hvernig tóku þau í það þegar þú lýstir þig allar í frambóð? Þeim fannst þetta bara rosalega skemmtilegt. Þeim finnst það og kæristu minn líka, hann er alveg full fær að vera kæristu minn í forsetastarfi. Já, byrjum ekki með það. Herðu, Ásdís, þetta verður spennandi kosningabaráttu. Ég held að hún verði mjög söguleg og snörp. Þetta verður fjörug, það er líka breytt svona fjölmiðlaumhverfi, þetta var kannski áður. Fólk er oft svolítið að tala um að þessi umræðu þættir á RÚV skipta ykkur máli. Ég held að það kosningabaráttu færi fram í alls konar miðlum. Þetta er náttúrulega fyrir svolítið eftir, eins og nú er ég ekki að spila með fjármagn til þess að auglýsa sjálfa mig, meðan allir aðrir eru að pósta 1.000.000 króna auglýsingum hér og þar og út allt. Já. Þannig að kannski fyrir mig þá snýst þetta meira að koma fram og spjalla og láta sjá mig. Og ég er náttúrulega,
á lítinn sjans í þessa kostningabaráttur hjá hinum. Út af peningum. Já. Friðjónsson sem var kostningastjóri Guðna fyrir 8 árum, hann var svona að reyna að meta að það myndi kosta svona kannski 50 milljónir að gera þetta almennilega. Já, ég trúi því alveg, ég náttúrulega langt eftir í þessu en ég ætla samt að taka þátt og gera þetta eins líflegra og skemmtilegra og ég get allavega ég býð mig fram fyrir þetta fólk sem í mínu liði. Já. Og bara vonandi tekst mér þetta vel. Já, herðu, gaman að hafa þetta í frambúðinu. Ertu búin að safna þessum 1500? Ég á nokkra eftir. Já. Þetta að tínast hægt inn núna. Það náttúrulega 70 manns að safna, þannig að það erfitt að finna atkvæðin sem eftir. Já. En ég búin að auðvelda þetta núna, þannig að fólk getur farið bara beint inn á www.austisrán.is og sendt mér sín meðmæli með rafrænum skilríkjum. Já. Og það ykkur 2 vikur eftir til þess að safna? Það 2 vikur eftir og ég er alveg komin það langt, ég er alveg komin upp í 1200 eitthvað svo leys. Þannig að ég held að... Það ólíkt það ekki að klúðra þessu. Já, þá var ég mjög svegt. Sko. Já, það eitthvað eitt sem að, ég veit ekki hvernig þetta að tengja það við þessa kostningabaráttu en þú blandaðist náttúrulega inn í eitt svona athyglisverðasta sakamál Evrópu og síður árum og svona Evrópu heimsins. Bara heimsins. Það sem mikil vinkona þín, Rúsja Ignatova. Hún hvarf. Já. Hún hvarf 2017. Við vorum mjög nánar og vorum bestu vinkonur þannig frá því að ég flutti til Búlgaríu 2008 þá kynntust við. Og hún átti meðal annars með mér Ice Queen Production sem var þá framleiðsla á alls konar vörum og fötum og við áttum búðir líka. Þannig hún var viðskiptafélagi? Hún var viðskiptafélagi minn líka og svona nánasta vinkona og svo stofnaði hún OneCoin 2014 og ætlaði þar að gera bestu rafmynd í heimi. En sem reyndist síðan að vera bara einhver svikamilla? Sem reyndist vera svikamilla en þetta svona vafasamt orð út af því að það er alls konar ályktanir dregnar upp út frá þessu máli. Að mínu mati það ég er náttúrulega eina manneskjan sem náin í kringum hana, það engin annar nema ég sem fekk að fylgjast með þessu svona frá upphafi og þekki það svona startaði þetta og svo leiðis. Þá var ætlunin var alltaf að gera rafmynd sem myndi vera betri heldur en Bitcoin. Á einhverjum tímapunkti var þetta að skemmi út af því að ég held að kannski reynslan að þessum sviði hafi ekki verið nóg hjá þeim sem störtu þessu. Þetta er allt spurningum, þetta er svona tæknilega fítusa í kerfinu á bakvið síðuna hjá þeim. Þegar upp að staðið þá var hún að selja fólki eitthvað sem ekkert var. Já, það var kellingapenningum og skilaði tilbaka verðlausu. Já, hún rakaði inn biljörðum, skulum við segja. Já. Og það vantaði inn í kerfið eitthvað sem heitir blockchains sem að svona skráir alla færslur á einhvern hátt og þessi fítus var settur of seint inn og þegar þau gerðu sér grein fyrir því að það var ekki hægt að bæta inn eftir að það var búið að ráða alls konar sérfræðinga út allan heim til þess að reyna að díla við þetta að þá náttúrulega stendur bara uppi og gerði grein fyrir því að þú ert búin að svíkja allan penning út úr heiminum og hvað átt að gera annað, hvort tekur afleiðingunum eða hverfur. Heldur hún sé á lífi? Eða náttúrulega ert drepin. Heldur hún sé á lífi? Ég held hún sé ekki á lífi, nei. Heldur hún hafi verið drepin? Ég held hún hafi verið drepin, já. Það er rosa mikið hættulegu fólki þarna í Austur-Evrópu og þegar þú ert að tala svona gífurlega peninga og vinna með svona gífurlega peninga, þá ert í stór hættu alls þar, bara þegar þú labbar út á hurðina heima hjá þér, sko. Hvað var það peninga? Það veit enginn. En nú varst þú, eins og þú segir, að þú varst nærinni heldur en flestir. Já. Var þá ekki, varst þú ekki í grunnuðum
gresku, eins og sagt er? Nei, ég bara slapp alveg út úr þessu máli, sko. Og enda var ég lítið með puttana kannski í viðskiptunum sjálfum. Ég sá íventa fyrir OneCoin. Og mig gruna aldrei neitt gresku og ég svo sem hafði ekki hugmynd að þetta væri einhverju risa svikamilla sem væri að fara að springa, sko. En þetta mál fylgir þér? Þetta mál fylgir mér, já, en svo sem hefur ekki haft neinn áhrif á mitt líf, þannig sé, sko. Ég er að spyrja þetta núna og þess að þú ferð allstaðar, það er verið að spyrja þetta og ert ekki að taka þátt í að búa til einhverja þætti þetta? Jú, ég hef verið að aðstoða svona rannsóknarblaðamenn og framleiðendur sem er að gera þætti þú veist, akkur þetta gerist, hvernig gerist þetta og hvað gerðist þarna akkurat. Og þetta var svo stutti tími, þetta er bara þarna 2014 til 2017 og þá hverfur hún. Samkvæmt nýjustu fréttum þá var hún bara tekin að lífi í Grikklandi og skorin í bita og hent í sjóin. Já. Þannig að það er spurningum hvort að það sé eitthvað til í því eða ekki, en með að við hvað við vorum nánar þá held ég að hún sé dáin og ég held hún hafi dáið bara þannig stutt eftir að hún hvarf. Hvort að það hafi verið einhverjum mafíusar bakvið eða einhverjir reiðir fjárfestar eða þú veist það er alls konar flókin mál sem fylgjaði eiga svona ótrúlega mikið peningum. Og þetta er svo stórt mál og þetta er mikið búið að skrifa þetta, margar fréttir og það verður að skrifa bækur þetta, það verður að gera bíómyndir þetta og þetta mun lifa áfram. Og það er margt ótrúlegt í þessu máli og kannski er það enn ótrúlegra að það kæmi síðan í eftirmálunum. Nei, ég er því fórsett. Þá fyrst kannski byrja þessi saga að verða of ótrúlega til þess að þetta trúinni. Já, það er því bara skemmtilegt tvist inn í þetta. En þetta var alveg ótrúlega góð reynsla fyrir mig. Þetta er náttúrulega hræðilegt að upplifa þetta. Ég er náttúrulega, misti þarna bara nánustu manneskju og og viðskiptafélaga og hún náttúrulega var í stór partur á mínu lífi og hjá bönnunum mínum og öllu og hún var ekki vond manneskja, þetta var bara ótrúlega klár kona, bara klárar en flestir sem að ég hef hitt á minni ævi og hún ætlaði engum illt. Þetta fór til fjandans. Þannig að það var eitthvað að dómgrind hennar. Já, ég meina hún náttúrulega, þú veist, hvað gerir þegar þú ert að feysa það að þitt viðskiptaævintýri og allt það sem þú ert búin að byggja upp sem var gífurlegt á þessum tíma sé að fara að hrynja. Ætlar að, þú veist, maður veit ekki hvað ákvörðun tekur þessu. Reynir að láta það hverfa, reynir að bjarga þér út úr þessu, þú veist, viltu fara í fangelsi í 20-30 ár? Það er yfirleitt á þeim tíma sem að fólk gerir eitthvað sem er kriminelt. Þá þarftu bara að hugsa 1, 2, 3 og taka ákvörðun. Ég ætla ekki að afsaka það sem hún gerði, en ég meina fyrir mér er hún ekki þessi manneskja, hún er ekki eins og hún er hérna topp 10 á Interpol listanum. Hún er bara vinkonu mín og bara venjuleg stelpa og bara. En við tölum með dómgreind. Er það eitthvað mælikvarði á þína dómgreind að þú treystir konu sem er eina af topp 10 á eftirlistum í heiminum? Mér finnst þetta nú of gróf spurning. Það er ekkert sem að bendi til í okkar lífi saman að henni var ekkert treystandi. Og það var enginn sem bjóst við þessu, ekki hennar helstu fólklöffræðingar eða neitt. Þetta voru fjölskylda, það er ekki hægt að sjá í gegnum svona, sko. Og það sem að hún braut af sér, það var það okkur þáttum sem ekki snéru að þér. Þín samskipti þarna voru allt öðru sæð. Já, hún nefndi aldrei neitt svona. Þetta mál fylgir þér eins og ég er að segja, það búið spurðu þessu út allt eða ekki? Nei, ég meina fólk veit náttúrulega að við vorum nánar, sko. En þú veist, það hefur ekkert tengst mér þetta mál þannig sé, sko. Þó að maður þekki einhvern sem
er kannski í svona stöðu, þá ætti það ekki að hafa áhrif á. Hefur ekki haft áhrif á það sem ég gerir, sko. Herðu, Ásdís, ég vildi bara spyrja þetta því að þetta er bara svo merkilegt mál og það er eitthvað það er svo ævintýrlegt. Þetta er merkilegt mál og er ekki búið, það er ennþá verið að vinna í þessu öllu. Herðu, en gangið þér vel í kosningabaráttunni? Bara takk fyrir, kærlega. Ok, kærlega. Já, ég þakka Ásdísi Rán og öllum gestum sem hafa hingað komið og biðst afsökunar á því að ég hef verið eitthvað ekki alveg skýr í kollinum, verið að mismæla mig og kalla fólk nöfnum sem það heitir ekki, biðst afsökunar á því. En þetta eru lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég bendi á að þið getið hjálpað okkur við að byggja upp samstöðuna með því að benda vinum og vandamönnum á að það má finna efnið okkar víða. Það er á Facebook og YouTube og öllum hlaðvarpsveitum. Við erum í útvarpinu á 89,1 á FM á stór höfuðborgarsvæðinu og það má finna þessar útvarpsendingar á spilarann. Spilarinn er bæði á netinu, spilari.is og svo spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna hvað sem er í heiminum og við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Þar er við númer 5 á fjárstýringunni. Þar er sendt út 24 tíma á sólarhring 7 daga vikunar, allan ársins samfélagsumræða við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðarinnar. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum líka upp á efni samstöðarinnar. Hver veit, kemur í ljós. Þið sem að viljið leggja okkur lið með að byggja þetta upp því að samstöðin er náttúrulega tilraunaverkefni, hvort það hægt sé að búa til fjölmiðil sem er óháður ríkum köllum og auglýsendum. Þið getið gert áskrifundur með því að fara inn á samstöðina, það er hnappur sem ástendur áskrift, þið getið skráð ykkur fyrir 2.500 krónum sem er grunn áskriftin, þið megi borga meira ef þið viljið og því sem að kjósið getið látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta er sem sagt fjölmiðill í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda og þannig á það að vera og vonandi tekst okkur að byggja upp slíkan sjálfstæðan fjölmiðil, hægt og bítandi, skref fyrir skref. Þannig hefur okkur tekist að koma þangað sem við erum núna og vonandi tekst okkur að komast lengra með ykkar hjálp. En ég ætla að segja góða nótt núna og við sjáumst svo á morgun. Þá verður rauðaborðið klukkan 4 í eftirmiddaginn. Þá er vikuskammtur. Þá ætlum við að fara yfir 4 fréttaviku með áhugaverðu fólki. En þangað til, góða nótt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is